Ég ætla að byrja á því að spreyja L'Oreal Stylista Beach sprayinu. Svo ætlum við að gera fasta fléttu og láta sprayið búa til fyrir okkur smá krullur og hafa fléttuna í á meðan við málum hana. Og svo ætlum ég aftur að spreyja sprayinu vel í alla fléttuna og undir hana og ýta aðeins svona í fléttuna. Við ætlum að byrja á því að nota sólavörn frá Evi. Við tökum bara smá kúlu af sólavörninni en það er ofboðslega mikilvægt að nota sólavörn daglega til þess að fyrirbyggja öldrun húðarinnar og verja hana gegn skaðlegum áhrifum úr umhverfinu. Þessi sólavörn inniheldur rakasýrur og C- og E-vítamín og er ofboðslega góð fyrir húðina. Næst ætlum við að nota Becca Under Eye Brightening Corrector í litnum Light to Medium. Við ætlum að nota þetta með Crease Prep Brush frá Real Techniques en þetta eyðir svona bláum og fjólubláum lit sem getur myndast undir augun og ég ætla bara að nota þetta sem hyljara. Og svo ætla ég líka að taka þetta svona aðeins hérna yfir hjá augabrúninni þar sem maður getur verið smá æðaber. Svo ætla ég að nota Estée Lauder Day Wear og við ætlum bara að bera þetta á með höndunum en þetta er svona litað dagkrem og liturinn kemur fram þegar maður ber það á andlitið. Næst ætlum við að nota Becca Hydra Mist Set and Refresh púðrið. Þetta púður inniheldur einnig rakasýrur þannig að þetta er ofboðslega gott til að hafa með sér til að fríska upp á sig þegar maður er að gera eitthvað eða í útilegu. Og ég er að nota það með Setting Brush frá Real Techniques. Næst ætlum við að nota svona matt sólapúður frá Bobbi Brown. Ég ætla að nota það með Powder Brush frá Real Techniques. Og ég setti Becca púðrið líka hér svo það er auðveldara fyrir okkur að setja sólapúður á. Það festist það ekki svona í hérna BB-kreminn okkar. Við ætlum að nota augabrúnagel frá Bobbi Brown í litnum Brunette. Þetta er litað augabrúnagel þannig að ég ætla bara að greiða öll augabrúnahárin upp og ég ætla að passa mig að fara ekki í húðina, heldur bara í hárin. Það væri hægt að stoppa bara hér eða setja maskara en ég ætla að sýna ykkur hvernig það verður að gera lúkið aðeins ýktara og ég ætla að nota sama sólapúður á augun. Ég ætla að setja svolítið vel af sólapúðrinu og setja það alveg upp að augabrún og vel hérna inn. Og svo ætla ég að draga það svona út hingað. Og við ætlum bara að nota sama bursta og líka setja örlítið undir augun. Ég tek vöru bara á endan á burstunum þannig að ég geti dumpað og það fari ekki of þykkt undir augun. Svo er líka gott að klípa burstan svona og þá getur maður mjúkkað hann
og fari betur undir. Svo ætlum við að nota Bobbi Brown krem kinnalit Pot Rouge og ég ætla bara að nota hann með fingrinum og stempla honum á kinnarnar. Og ég vil taka hann svolítið hátt upp á kinnbein. Þetta er einmitt alveg geggjaður kinnalitur til þess að hafa í veskinu og það maður getur alltaf sett meira af honum þótt maður sé búinn að púðra sig. Þá getur maður bara stempla hann svona á og hann er ekkert að hreyfa við neinu sem er undir. Svo ætlum ég að taka restana sem er á fingrinum og dumpa svona yfir nefið. Og við ætlum líka að nota þetta á varirnar. Og það er líka mjög flott ef maður er með varablýant að fylla varirnar með varablýant og svo setja þetta yfir. Og svo ætlum við líka að taka örlítið á augun. Bara svona á mitt augnlokið til að gefa því smá lit. Við ætlum að nota Max Factor Masterpiece maskaran í litnum Black Brown. Og það gæti verið að kinnaliturinn krísist örlítið á augnlokunum en það er alltaf í lagi, þá getur maður bara að dumpa yfir með puttunum og laga það. En persónulega finnst mér það allt í góðu. Ef maður vill vera aðeins ekstra þá ætla ég að nota highlighterinn frá Becca í litnum Moonstone og ég ætla að setja örlítið í innri augnkrókinn. Ef maður er ekki með bursta þá getur maður bara notað litla fingurinn eða eyrnapinna í þetta. Smá hérna hjá vörinni. Og svo með sama bursta við notum í púðrið. Það er að dumpa þessu svona hérna. Og það er gott að dumpa púðrinu eftir að við notum kinnalitinn og það hann er svona smá blautur. Svo er algjört must að vera með svona frískandi spray. Þetta virkar sem setting spray og frískandi spray. Nip and Fab Illuminating Fixing Mist. Og má spraya þessu bara eins mikið maður vill yfir daginn. Svo erum við búin að losa hárið úr fléttunni og við fáum svona fallega náttúrulega liði. Maður getur bæði gert þetta og fara að sofa með hárið svona eða bara gert það og haft það í smástund meðan maður er að gera þetta til. Og þá koma svona fín liðir. Og svo er gott að spraya aðeins meira af hérna Beats sprayinu og kreista aðeins svona í hárið til að ýkja. Ég ætla að taka örlítið af Smashbox Studio Skin hyljaranum og ég ætla bara að setja hérna á hendina og taka með litla fingri örlítið í og dumpa honum svona yfir þar sem er smá rauðu blettur og það hylur bara alveg strax. Og svo setti ég örlítið hér. Og það virkar mjög vel að nota hann svona þegar maður er búinn að púðra að dumpa honum svona á. Þá er maður ekkert að hreyfa við neinu sem er undir en nær samt að hylja.